Við skulum byrja á að leggja þessi stund í Guðs hendur. Drottinn Guð, ég bið að blessa það sem sagt verður og tala inn í líf hvers og eins það sem þú vilt segja. Í Jesú nafni, amen. Ég ætla að tala heilagan anda og það mikið talað hann í Biblíunni og strax á fyrstu blaðsíðum Biblíunar, fyrstu bókinni, þar segir: í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm, myrkur grúfði yfir djúpinu, en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Þannig í öðru versi Biblíunnar byrja að tala heilagan anda. Og við hvaða aðstæður kemur andi Guðs fram þarna? Þegar jörðin var auð og tóm og þegar myrkrið grúfði yfir. Og þannig það líka í mannheimum í dag, þar sem myrkrið mest, þar sem eymdin mest, þar svífur andi Guðs yfir og vill umbreyta. Og þá stendur, þá sagði Guð verði ljós og það var ljós, og Guð sá að ljósið var gott og greindi ljósið frá myrkrinu. Þannig að þetta það sem andi Guðs gerir líka. Hann ekki bara fæði ljósið fram, hann greinir ljósið frá myrkrinu. Og þarna ekki verið að tala sólina, því hún var ekki til fyrir síðar í þessari sköpunarsögu. En Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Þegar að Jesús gekk með lærisveinum sínum, þá sagði hann við þá að það væri mjög mikilvægt að hann færi. Með sérstakt. Jesús gekk með lærisveinum sínum, kenndi þeim, hélt hópnum saman, og svo segir hann hérna: það kom tími til ég að færa, það bestu að losna við mig. Hann sagði það ekki svona en hann sagði: það er betra fyrir ykkur að ég fari. Og svo útsker hann af hverju, að þegar ég er farinn, þá kemur heilagur andi. Og hann sagði: ég kem til ykkar í heilugum anda. Og ef við skoðum Jóhannes 14, þá segir hann í 16. versi: ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara sem verður hjá ykkur að eilífu. Jesús var með lærisveinum sínum í nokkur ár, en gaf þeim annan hjálpara í staðinn fyrir sig sem verður hjá ykkur að eilífu. Og hann segir: anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann því að hann er hjá yður og verður í yður. Þannig talar hann heilagan anda sem aðra persónu en sjálfan. Og heilagur andi er persóna. Biblían segir hann getur hryggst, hann getur glaðst. Og við segjum: já, er Guð þá persóna eins og við? Nei, við erum persóna eins og hann. Guð skapaði okkur í sinni mynd. Og allar þessar tilfinningar sem við höfum og þekkjum í okkur sjálfum, þær að þið verðum sköpuð í Guðs mynd. Guð er persóna. Heilagur andi hefur meira að sé húmor, það kemur fram í Biblíunni. Og svo segir hann: heimurinn getur ekki tekið á móti honum, því hann sér hann ekki eða þekkir. Þið þekkið hann að þenni hjá yður og verður í ykkur. Ég skil ykkur ekki eftir munaðarlaus. Ég fer, en ég skil ykkur ekki eftir í reiðileysi. Heilagur andi kemur og það er betra að hafa hann en mig, vegna þess að hann getur verið hjá okkur eilífu og hann getur verið allstaðar. Þegar Jesús gekk jörðu var hann bundinn við líkamann. Svo segir hann: innan skamms mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Og þannig kemur svolítið merkilegt að hann segir: jú, heilagur andi kemur, hann er önnur persóna ég, en þegar hann er, þá verð ég líka meðal ykkar í anda mínum. Og kona mín spurði: hvernig getur heilagur andi verið sérstök persóna og svo er Jesú bara líka mættur? Ég segi: ég hef ekki hugmynd það. Þetta er ekki hvernig það stendur. Biblían segir þetta bara. Ég segi: það sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, það er ég mitt á meðal. Og hann er hér. Hann er staddur hérna samkomin í eigin persónu. En hann segir líka þegar heilagur andi kemur inn í líf okkar og inn í okkar veru, að þá komið Faðirinn og Sonurinn einnig, því að Guð er einn. Hann orðar þetta svona:
Sá sem varðveiti mitt orð og faðirinn mun elska hann og til hans munu við koma og gera okkur bústað í honum. Bæði faðirinn og sonurinn er á staðnum þar sem heilagur andi er. Þar sem faðirinn er, þar er líka heilagur andi og sonurinn. Síðan það var svo mikilvægt að verkið yrði unnið fyrir heilagan anda að Jesús sagði við lærisveina sína þegar ég er stiginn upp til himna þá eigið þið að bíða í Jerúsalem og ekki gera nokkuð skapaðan hlut fyrir en heilagur andi kemur til ykkar. Og þeir voru þarna og skýringin er einföld. Við þurfum heilagan anda til að vinna það verk sem Guð kalla okkur til. Amen. Og sjálfur Drottinn, hann skapaði ekki þennan heim nema fyrir verk heilags anda. Ef sjálfur Drottinn vinnur sín verk fyrir heilagan anda, getur við þá sagt við getum gert eitthvað öðruvísi. En Guð gerir það ekki þannig eins og niður. Jesús þurfti heilagan anda þegar þó hann hafi verið hjá Guð alla eilífð. Þegar hann skýrðist í ánni Jórdan, þá kom heilagur andi yfir hann og þá fyrst byrjaði hann að starfa. Kom reynda 40 dagar reynslutími og svo fór hann í krafti andans. Hann fekk ekki kraft andans á þessu reynslutíma. Hann fekk það strax þegar hann var skýrður í ánni Jórdan, en að reynslutímanum loknu fór hann að starfa. Og hann sagði við lærisveinana það verður eins með ykkur því bíðið eftir heilagum anda því hann ætlar að vinna verkið. Svo kemur að hvítasundegi. Og talandi að heilagur andi hafi húmor, þá er þetta alveg drepfyndið, Jesús hafði hann líka. Ég get ekki ennþá komist yfir húmorinn í því þegar Jesús kvaddi lærisveinana. Þeir að tala við hann og spyrja hvenær ætlar endurreisa ríki enda Ísrael eitthvað svona. Allt í einu bara fer hann upp í loftu og hverfur hann í skýin. Var ekki eins og búin að ljúka samtalinu. Þeir horfa hana og stara þeir upp í loftið og þá sendir hann 2 engla sem standa við hliðina á þeim og segja hvað er að gera? Þessi Jesús sem að þið sáðu fara, hann kemur eins tilbaka. Hann fór með stæl og hann kemur með stæl. En svo kom heilagur andi og þeir eru þannig staddir í loftstofu 120 manns þegar að eldur kemur yfir, án þess að loftstofan brennur. Þetta er tákgrænt. Þegar Guð talaði við Móse þá var þyrnirinn sem eldur logaði í og brann ekki. En þetta vakti auðvitað athygli þegar heilt hús er logandi. Við tökum alltaf eftir því að kviknar eitthvað staðar í. En það vakti enn meiri athygli þegar húsið logar en brennur ekki og engin reykjarlykt. Og svo batnar þetta ekki því þeir 120 mann sér þarna inni í þessu logandi húsi og segja karalalalala. Og það sem meira var að svo fóru þeir líka á sama tíma að tala við fólkið, lofa Guð að máli sem allir skildu. Þannig að eitthvað var að lofa Guð, tala stórmerki Guðs. Og einn sem talaði hebresku, heyrði á hebresku, og annar sem talaði grísku, heyrði á grísku og allir skildu það sem verið að segja. Þegar það sem heilagur andi kemur, þar förum við að skilja hlutina. Þar ljúkast upp. Og það sem í þoku og óskiljanlegt, það bara líkst upp fyrir okkur. Þannig vinnur andi Guðs. Og svo mikill er krafturinn. Jesús gekk hann gerði kraftaverk, en það var eitt sem gekk illa hjá honum. Það var að vinna hjörtu fólks. Það var mjög hrifið. Vildi gera hann að konungi og láta hann sigra Rómverja og hann þurfti að gera allt mögulegt til þeir ekki bara uppreist gegn Rómverjum út á þeim. Mátti enginn heyra að veri Kristur til þess að þeir ekki allt vitlaust. En hann en þegar heilagur andi kom, þá gerðist eitthvað í hjörtum fólks. Því hann var ekki bundinn í líkama, hann getur talað inn í líf okkar, snert okkur. Og þetta er merkileg ræða,
þeir sem að horfa á þetta, þeir bara voruð furðulostnir, brennandi hús, fólk talandi í tungum, eða talandi eitthvað skiljanlegt mál sem allir skildu saman hvað tungum alveg töluðu. Menn voru bara furðulostnir. Og þá datt einhverjum í hug að fór að tala sínum ekki, heyrðu, þeir eru bara fullir. Datt ekkert svona annað betra í hug. Og ræða Péturs byrjaði á því hann var að útskýra að þeir voru ódrukknir. Það var útgangspunkturinn. Af því að það væri sunnudagsmorgun og klukkan var ekki nema 9. Og ef við setjum þetta í samhengi hjá gyðingum, þá var það eins og hjá okkur á mánudagsmorgni. Því að þetta var fyrsti dagur vikunnar þegar þeir byrjaði að vinna. Og við myndum ekki sjá fyrir okkur 120 manns blindfulla á mánudagsmorgni klukkan 9 hrópandi og talandi og lofandi Guð. Þessi ræða sem hafði þennan upphafs útgangspunkt að þeir var ekki fullir endaði þannig að 3000 manns gáfu Jesú líf sitt. Af því að það skipti engu máli hver útgangspunkturinn var eða neitt, nærvera Guðs var svo mikil að 3000 manns tóku við Jesú á einu degi. Og heilagur andi, hann er að starfa hér. Og það er þannig að við erum ofta að finna út af hverju kemur ekki vakning. Af hverju er ekki meira að gerast. Þá koma svona hugmyndir það er út af þessu og það er út af hinu. En ef við förum í Sakaría, 4. kafla, þá segir, þá var maður sem hét Sakaría sem var að spá á tímum þar sem er verið að byggja Jerúsalem upp að nýju eftir hún hafi verið mörgum áratugum áður, lögð í rúst og var að byggja múrana nýju svo var þetta verja hana og konungurinn hafi leyft það, konungur Persa sem réði yfir Jerúsalem á þeim tíma og svo var landstjóri Serúbabel að vinna þetta verk líka, landstjóri konungs. Og þá sér Sakaría sýn og hann sér ljósastiku og hann sér olíu takk fyrir heilagan anda og ég ætla ekki að lesa allan að kafla en engill spyr Sakaría, veistu hvað táknar það sem þú ert að sjá í sýninni? Hann sagði nei og þá sagði hann, þetta er orð drottins til Serúbabels sem spámaðurinn átti að gefa landstjórunum, ekki með valdi né krafti heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Og svo segir hann, þegar andi Guðs kemur yfir og byrjar að starfa, þá kemur spurningin, hver er þú mikla fjall? Andspæni Serúbabel skaltu verða jafnsléttu. Þetta gerist þegar andi Guðs byrjar að vinna. Það er alveg sama hvaða fjöll er í veginum, hvaða vandamál er í veginum, það er öllur upp úr vegi. Fjalli verður að jafnsléttu. Og sem sagt og musteri verður reist að nýju. Já, þetta er musteri, þeir verður reist að musteri fyrir ekki. Margir segja til að koma í vakning það þurfa að hafa öðruvísi lofgjörð. Sumir segja það er raða stólanum upp öðruvísi. Við erum að hafa ræðina bara 20 mínútur. Eða við verðum að lofa Guð þannig að bara nærvera Guðs komin niður, sem reyndar er yndislegt til lofa Guð. Og við erum og svo kemur svona alls konar hugmyndir hvað við þurfum að gera til þess að sjá vakningu. En það eina sem við þurfum er heilagur andi. En hann gerir ýmsa hluti og getur leiðbeint okkur að gera hlutina svona og eins einn, en það er það sem við þurfum. Það er ekki hvernig við gerum hlutin eða aðferðafræðin, heldur nærvera Guðs sem skiptir máli. Svo koma svona setningar Guð getur ekki blessað okkur að þau erum ekki nógu heilug. Hvernig er í ósköpunum
misti Guð almáttugur getuna til að blessa. Held þetta sé svona eins og í Superman myndunum þegar kemur eitthvað kryptonít þá missir hann ofurkraftana. Guð getur alltaf blessað. Sama hvernig ástandi við erum í. Það eina sem getur hindrað það að Guð gaf okkur frjálsan vilja og við getum staðið gegn blessunum Guðs. Þannig að við erum aldrei á svo vondum stað að Guð hafi mist getuna til að blessa. Sá sem skapaði himinn og jörð, sá sem reisti Jesú frá dauðum, hann getur alltaf blessa. Þegar að ég tók á móti Jesú Kristi, það hafði aldrei gert neitt fyrir Guð, ég trúði ekki á hann. Þegar ég svo tók á móti honum. Og hann blessaði mig. Og sá Guð sem blessaði mig þá getur blessaði mig í dag, alveg sama hvort að ég er að standa mig vel eða illa. Það eina sem við þurfum til að sjá vakning Guðs er það sama og Faðirinn gerði þegar hann skapaði himin og jörð. Það er andi Guðs. Heilagur andi, hann er að fara allt. Jóhannes skírari, hann var búinn að vera í fangelsi, hann var búinn að vera einn og það var ekki allir, það var svona takmark fyrir hvað menn fengu að heimsækja hann og hann hafði verið í fjötrum í langan tíma og þá þetta veri sterkur og öflugur maður, búinn að lifa í eyðimörkinni, búinn að standa í hárun á mörgum, að í einangruninni, í einmannaleikunum, þá fór að sækja á hann efasemdir. Og hann sendi menn á fundi í Jesú með eina spurningu, ert þú sá sem kom á eða eigum að búast við öðrum? Þeir höfðu alist upp og þekst frá því að þeir voru krakkar, þeir voru náfrændur, þeir voru, mæður þeirra höfðu hist að meðan þeir voru báðar ófrískar af þeim og andi Guðs skipti alveg stórkostlegar opinberanir. Jóhannes hafði fylgst heilagum anda í móðurlífi og þeir þekktu hvorn annan mjög vel og þeir þekktu báðir sögu af fæðingu sinni og vissu þetta allt saman, en það er í þessum erfileikum, í þessum einmannleikum. Þegar spurningarnar koma, þá spurði Jóhannes þessara spurningar. Og Jesús svaraði þessu ekki með beinum hætti, heldur sagði, segiði Jóhannesi það sem þið sjáið vera að gerast. Dauðir rísa upp, illir andar reknir út, sjúkir læknast og svo bara taldi hann upp þessa hluti sem þið sjáum með eigin augum. Og eins er það með heilagan anda. Við getum spurt, er heilagur andi ekta? Er hann raunverulega hérna, er þetta bara ímyndun? Og þá getum við sagt, milljónir manna, 20 milljónir, 100 manna hafa fengið að reyna. Sjúkir læknast í alveg endalaust tali. Tákn og undur gerast. Og þetta er ekki bara einhverjir stóri predikarar. Þetta gerist út allt. Ég man eftir því þegar ég var ungur maður og ég var í kapellin í Vatnaskógi. Það var svona mót þar. Og þá var ég með einum stráki sem ég þekkti mjög vel og svo var einn stelpa með okkur líka. Við fórum þannig inn í kapell og vorum að biðja saman. Hann hafði meitt sig þessi drengur og hendin var stokkbólgin. Og búinn að vera það í dálítinn tíma og þetta var mjög óþægilegt fyrir hann. Svo meðan vorum að biðja, þá allt í einu horfir hann á hendina. Bólgan var farin og hann gat hreyft hann eðlilega og fann hvergi til. Gerðist bara meðan vorum að biðja. Báðum ekkert sérstaklega fyrir þessu. Hann gaf Jesú líf sitt. Og stelpan sem þarna var svona orðin fráhverf Guði, hún endurnýjaði heit sitt við hann. Þetta heilagur andi er að vinna út allt. Og hann er raunverulegur og krafturinn fylgir honum. Það eru endalaus kraftaverk og lækningar að gerast. Ég sagði að heilagur andi eða húmor, ég man eftir einni sögu sem ég las, ég held að það hafi verið David Wilkinson sem var að segja frá þessu, að það hafi verið Avans. Avans heyrði það að veri komið svona hvítasunuvakning. Það var aldamótin þar síðustu sem að kristnir fóru í Los Angeles að segja við viljum fá þennan kraftheilas anda sem kirkjan hafði áður fyrr og fóru að biðja það.
Og þetta voru að mér skilst svarti menn sem þá voru ekkert svona í ávegum hafðir þar síðustu aldamót. Og andi Guðs féll yfir og hvítasunnuvækningin breytist út og í dag er þetta langstærsta mótmælanda kirkja í heiminum og þá er ekki taldi með söfnið sem er alveg eins og hvítasunnuvækirkjan en ekki formlega í þeirri hreyfingu. Því andi Guðs er að vinna. En þessi maður, hann var svona á móti þessu og trúði því að þetta var eitthvað svona nýstárlegt og ef eitthvað er nýtt og óvinnlegt þá erum við oft hræddir við það. Kristnir dettur alveg ótrúlegir hlutir í hug sko. Það var í einu söfniði sko, það sagði mér einn maður frá því að í einu söfniði það var talið að veri synd að karlmenn væru með skegg. En svo var hann að horfa á myndir af veggjanum og það var mynd af þessu stofna söfniði, hann var með skegg sko. Góður vinnur okkar Björn Singa sem nú er dáinn, hann var söfnuð í Rússlandi og þar trúðu þeir því að karlmenn mætti ekki vera bindi af því oddurinn sneri niður. Og það er alveg ótrúlegir hluti sem kristnum dettur í hug. Heilagur andi er ekki svona hugmyndaríkur sko, hann bara starfar. Og er alveg saman það hvort mennum með bindi eða skegg. Hann horfir á hjörtum og hann horfir á kraftin sem vill gefa kirkjunni. Og þessi afi David Wilson, ef ég fer rétt með að hafa verið hann var sett í ræðupúlti og hann meðal annars að tala á móti þessari nýju hreyfingu. Þegar Guð skýrði hann í heilugum anda og hann fór að tala tungum og gerðist hvítasunnupretikari. Heilagur andi hefur húmor. Og ég sjálfur var búinn að vera kristinn í 2 ár þegar ég fór að lesa í Biblíunum kraft til að sanda og bað Guð að gefa mér það. Og ég var sjálfur hræddur við þetta var svona eitthvað skrítið allt sko, en ég sá þetta stóð í Biblíunni. Og Guð svaraði bænum mínum og nokkrum dögum seinna þá skýrðist í anda Guðs og fékk tungutal. Og þá breyttist svo mikið innra með mér. Ég var svo glaður, það var svo mikil kraftur, ég var alltaf svona eins og ég verið með fílusveip sko, brosti lítið. En Guð umbreytti því þarna. Og Guð vill gera eitthvað áþreifanlegt, tákn og undur fyrir anda Guðs. Á eftir þá munum við biðja fyrir þeim sem vilja fyrir bæn. Og við munum bara biðja kraft Guðs yfir líf þeirra sem vilja fyrirbæn. Kraft Guðs sem aldrei fyrr. Og hann er ekki háður því hvað við höfum verið að gera í dag. Og hvað við höfum klikkað í dag. Og hvað við sjáum eftir að hafa gert. Guð hefur, það er alveg sama hvar við erum stödd í lífinu. Guð hefur ekki mist hæfileika sinn til að blessa okkur. Og það er alveg ótrúlega kristnum dettur í hug sko, þegar við halda það að við þurfum að vera með allt svo mikið á hreinu sko, til að Guð geti blessað okkur. Það er ekki þannig. En áður þá ætla ég að biðja fyrir þeim sem vilja taka móti Jesú Krist sem frelsari sínum. Ef það er einhver hér í dag sem á eftir að gera, ætla ég biðja hann að réttu bönd. En ef það er ekki, þá er einhver sem er eftir að horfa á þetta upptöku og þeir geta beðið þessa bæn með mér og ég ætla að biðja því takið undir þannig að þeir sem eru að hlusta á upptöku þeir geti gert það sinni bæn. Eina sem þarf að gera til þess að gangin í ríki Guðs eignast eilíft líf og samfélag við Jesú er að viðurkenna hans í okkar drottinn. Þegar við sækjum ríkisborgarétt í einhverju landi að göngust undir lög þess og vald þess ríkis og eins er það með Guðs ríkið. Við göngust undir það Jesús í drottinn og þá eignumst við þetta líf. Við skulum biðja saman. Kæri Jesús, ég játa að þú ert minn drottinn og Guð. Ég gef þér lífið mitt. Ég hleypi þér inn í allt í mínu lífi. Bæði gott og slæmt. Og ég trúi því að þú lifir í dag. Amen.